Komið sæl, ég heiti Bjarnheiður og doktorsnemi og ætla að kynna doktorsverkefni mitt stærðfræði í stærðfræði. Ég vinn með hljóðlausu myndbönd sem eru stuttar teiknimyndir í mestalagi 2 mínútur að lengd sem sýna stærðfræði á kvikan hátt án orða eða texta og ekkert tal eða tónlist kemur fyrir. Því miður virkar ekki vídeóið hér sem við sjáum til hliðar en ég get vonandi sýnt ykkur eitt slíkt í svörum á eftir. Ávallt eitt ákveðið stærðfræðihugtak í forgrunni hverrar myndar og það möguleiki á mismunandi talsetningum frá nemendum en það hlutverk nemenda að talsetja myndbandið og síðan hlusta á talsetningarnar saman með kennara og ræða þær. Myndböndin eru tæki fyrir kennara til að meta hugtakaskilning. Í aðdraganda þessa verkefnis sem ég vinn undir leiðsögn Freyju Hreinsdóttur hér á menntavísindarsviði og Zsolt Laviska í Jóhannes Kepler háskólanum í Linz í Austurríki að þá stundaði ég sjálf kennslu á framhaldsskólastigi og nam stærðfræði. Ég að vinna hönnunarmiðaða rannsókn sem að byrjaði eða á grunninn sinn í norrænu samstarfi þar sem ég vann með notkun GeoGebru í starfi í stærðfræði á framhaldsskólastigi. Í framhaldinu hóf ég lestur og undirbúning fyrir doktorsverkefnið og hef auðvitað lesið í gegnum allt ferlið en safnaði gögnum í 4 skólum haustið 2017 þar sem að kennarar lögðu verkefnin fyrir og fór í framhaldinu á ráðstefnur og námskeið og vann með erlendum kollegum mínum að því að greina gögnin. Eftir þetta hóf ég annað gagnaöflunarferli haustið 2019 og það úr þessu gagnaöflunarferli sem ég ætla að segja frá niðurstöðum í dag. Nú erum við að greina gagn og því frumniðurstöður að ræða. Við höfðum þær tilgátur í upphafi að talsetningaverkefni af þessu tagi gætu aðstoða kennara við að fá innsýn inn í hugsun nemenda og hjálpa þeim við að brúa á milli daglegs máls og stærðfræðilegs máls. Þannig gæti skapast í skólastofunni grunnur fyrir umræður stærðfræðileg hugtök og við öðlast tækifæri til að nálgast sameiginlegan skilning á því umfjöllunarefni sem að fyrir liggur. Nemendur gætu þá í leiðinni mögulega átta sig á því að ef þau geta ekki útskýrt eitthvað þá líklegt að eitthvað vanti upp á skilningin. Ég nýti þemagreiningu og hermeneutísk fyrirbeira fræðilegt sjónarhorn við greiningu gagnanna og það þýðir í rauninni að ég nota mína reynslu og reynslu kennarans og byggja á því sameiginlega. Vissulega nýttir ýmsir fræði og kenningarrammar og hef ég að mestu leyti stuðst við kenningar Liljedal hugsandi skólastofu þar sem nemandi hvattur til að hugsa, kenningar Brousseau óorðaðan samning milli kennara og nemenda í skólastofunni og einnig kenningar Schönfeld það hvernig haga beri gerð stærðfræðiverkefna þannig að þau miði að því að auka skilning nemenda. Rannsóknarspurningarnar mínar lutu að reynslu og væntingum kennara til notkunar verkefnana en einnig að því hvað myndi einkenna slíkt hljóðlaust myndband sem myndi henta við gerð slíkra verkefna, hverju kennarar gætu tekið eftir þegar þeir hlusta á talsetningar nemenda og hvernig nýta mætti þessar talsetningar í bæði kennslu og námi. Í fyrsta gagnaöflunarhlutanum tóku 4 skólar þátt og 4 kennarar sem að unnu allir á mismunandi tíma og ég flutti upplýsingar milli þeirra hvernig gekk og þannig gátu við þróað það ferli hvernig talsetningarverkefnin væru lögð fyrir. Þetta voru skólar sem að í hefðbundnum stærðfræðitímum voru þannig að ekki var mikið sinnt samvinnunámi, umræður voru sjaldgæfar og nemendur notuðu lítið tækni á borð við GeoGebru eða skjáupptökur. Lítum aðeins á hvernig ég vann með hverjum kennara. Ég tók viðtal áður en talsetningaverkefnið var lagt fyrir, eftir að það var lagt fyrir og aftur í lokin eftir að umræður hefðu átt sér stað í öðrum tíma síðar. Einnig var lögð stutt könnun fyrir nemendur en sú var ekki nýtt beint við greiningu gagnanna. Niðurstöðurnar frá 2018 bentu til þess að nýta mætti mögulega verkefnin í leiðsagnamati. Ég ætla að ræða það eins á seinna hvað leiðsagnamati er. Einnig kom fram að best væri að leggja verkefni fyrir munnlega, nota stutta lýsingu á verkefninu, skipta nemendum í 2 manna hópa tilvíðlega kennt og gera nemendur ábyrga fyrir tæknilegri hlið verkefnisins. Leiðsagnamat þýðir í raun að við viljum vita hvar nemandi staðsettur, hvert hann vill halda og hvernig skuli komast þangað. Og það sem okkur sýndist á þessum fyrstu stigum var að hljóðlaus myndbandsverkefni og talsetningaverkefni gætu nýst kennara í þessu ferli að leiðbeina nemandanum.
Ef skoðaðir eru möguleikar á notkun tækni við leiðsagnarmat, að þá kom í ljós að verkefnin uppfylltu all 6 skilyrðin nema 1. Endurgjöf fylgdi ekki í beinu framhaldi, en hins vegar þá hvöttu þau til umræðna, opnuðu leið til þess að vekja athygli á misskilningi, nemendur kynntust mismunandi leiðum til að lýsa stærðfræðilegum fyrirbærum og kennarar tóku eftir áður huldum atriðum sem að komu fram í skilningi nemenda. Fyrir haustið 2019 kom ég því fram með nýjar rannsóknarspurningar og íhugaði hvaða breytingar á fyrirlegum talsetningaverkefna þyrfti til að gera þau betur nýtanleg við leiðsagnarnám, hvernig væri hentugt að haga þessum hópumræðum, en hópumræður hefðu reynst kennurum erfiðar í haustið 2017 og hvernig nýta mætti reynslu af talsetningaverkefnunum í starfinu í kennslunni í framhaldinu. Þess vegna leitaði ég til 2 skóla, áður hafði ég valið af handahófi 4 skóla, en haustið 2019 leitaði ég til 2 skóla sem ég vissi að þar væri hefð fyrir leiðsagnarmati. 3 kennarar í þessum skólum tóku þátt og ég vissi að þeir hefðu einnig nýtt sér umræður og að nemendur höfðu notað tækni í tímum hjá þeim áður. Það er að segja GeoGebru og skjáupptökur. Í öðrum skólanum lagði kennari fyrir 3 mismunandi myndbönd yfir heila önn með sama hópnum og í hinum skólanum voru 2 kennarar sem að unnu með okkur í öllu ferlinu og höfðu áhrif á það sem hinn kennarinn gerði og þau tóku við reynslu frá þeim kennara og nýttu í sínu starfi þegar þau lögðu fyrir 1 slíkt verkefni. Við gagnaöflunina þá tók ég viðtöl, þetta voru 3 til 5 viðtöl sem ég tók við hvern kennara. Ég safnaði líka vettvangsglósum því að þessu sinni fékk ég að fara í tíma og fylgjast með þegar verkefnin voru lögð fyrir. Einnig safnaði ég talsetningum nemenda. Verkefna fyrirlögnin þróaðist í meðförum kennarana. Strax í upphafi lögðu þeir áherslu á að endurgjöf strax væri mjög mikilvæg í leiðsagnarmati og þess vegna voru talsetningarnar gerðar strax aðgengilega nemendum þar sem þau gátu nýtt þær við jafningja og sjálfsmat. Í framhaldinu var síðan þróað áfram yfir þessi 3 mismunandi verkefni og í lokin var það þannig að allar talsetningar voru skoðaðar saman af öllum hópnum í lokin með hópumræðum beint í kjölfar þess að nemendur höfðu lokið sínum upptökum. Kennari gat síðan í lokin hlustað aftur á talsetningarnar, eins og áður sagði voru þetta stutt myndbönd og tók því ekki langan tíma og þannig var hægt að ígrunda mögulega endurgjöf auka til nemenda. Við prófuðum líka að fá nemendur til að gera nýja upptöku í kjölfar umræðanna en ákveðum að halda ekki áfram með þá hugmynd. Hins vegar kom í lokin fram ný hugmynd sem var að leggja verkefni jafnvel fyrir áður en farið var í það efni sem fyrir kom í myndbandinu og safna hugmyndum í orðaský frá nemendum, vinna síðan með efni myndbandsins í tímum, hvort sem það var 1 til 3 vikur og síðan gera leiðsagnarmatsverkefnið í lokin. Við skulum skoða þetta ferli aðeins í teiknimyndum. Kennarinn kynnti myndbandið í hópáhorfi í upphafi og safnaði orðum í orðaský frá nemendum þar sem að komi fram allar þeirra hugmyndir að því hvað gæti verið á skjánum. Eftir að kennslu lauk, sem sagt eftir nokkrar vikur, þá var myndbandið aftur kynnt, nemendum skipti í 2 manna hópa sem ræddu saman og horfðu oft á eigin tölvu eða tæki á myndbandið meðan þau voru að undirbúa sína upptöku fyrir talsetninguna sína og þau vissu að lausnin þeirra geti gagnast öðrum. Í kjölfari var síðan hlustað á allar upptökur nemenda og rætt þær í hóp með kennara. Kennari gat síðan í lokin hlustað aftur ígrundað og undirbúið næstu skref. Niðurstöðurnar segja okkur að við höfum vísbendingar að nemendur fái aukið aðgengi að stærðfræðinámi með þessum hætti. Nemendur sem venjulega vildu sleppa hópavinnu tóku þátt í þessu verkefni og það var auðveldara að ræða misskilning og dýpkarskilning á hugtökum á grundvelli talsetningana sem fyrir lágu. Nemendur sýndu meiri áhuga þar sem rætt var þeirra verkefni. Verkefnin veittu innsýn bæði fyrir kennara og fyrir nemendur í skilning nemenda. Nemendurnir þurftu að lýsa stærðfræðinni í orðum upphátt og þau þurftu þá þar að leiðandi að hugsa og vinna út frá eigin skilningi. Kennarar fengu líka að afhjúpa áður huldar hindranir, þar að segja bæði hindranir varðandi það af hverju nemandi hefði ekki hingað til tekið þátt kannski eða tengdar skilningi nemandans.
Við þetta sköpuðust sem sagt nýjar aðstæður. Nemendur fengu tækifæri til að hugsa, til að ræða, útskýra og lýsa í eigin orðum. Þeir fengu tækifæri til að hlusta á mismunandi úrlausnir, það var engin ein rétt lausn og kennarar fengu tækifæri til að skyggnast inn í hugarheim nemenda. Þeir gátu hvatt til umræðina, á grunni talsetninga nemenda, rætt misskilning og nákvæmni í orðalagi og leyst úr mögulegum mótsögnum sem upp gátu komið. Takk kærlega fyrir áhörnina, ef það eru einhverjar athugasemdir eða spurningar þá endilega komið með þær og ég mun svara hér á Zoom. Glærurnar eru aðgengilegar á hlekknum hérna tiny.cc/kvika2020. Takk fyrir.